Yamaha kom í sumarbústaðarferð snemma á þessari öld, sko. Ég get eiginlega ekki farið meira út í það, ef ég svona segja alveg svo. Ég þarf að vera einmitt orðin aðeins eldri, komin aðeins lengra inn í lífið til að geta farið að segja frá þessari sögu. Ég byrjaði að spila opinberlega 2000, eða kringum 2000. Byrjaði að spila fyrst á menntaskólaballi og það var einmitt fyrsta gigið á mig Gíslagaldri, gaman að segja frá því, vorum bæði Kvennó. Og svo vatt þetta upp á sig og svo fór ég að spila á sirkus og það var svona staðurum sem ég var að spila á. Og byrjaði að spila á og er búin að vera að spila síðan. Í algjörnum trúnaði, augljóslega ekki trúnaði, ég er að segja þetta við þig. Þá finnst mér lag sem að mér finnst, sko, og svo fer það náttúrulega líka eftir hvað mómenti maður er á í lífinu. En mér finnst lagið That's What Friends Are For gjörsamlega geggjað. Með algjörum meisturum eins og Luther Vandross, Dionne Warwick, Whitney Houston, Stevie Wonder. Hvernig er ekki hægt annað en að fella tár? Það er geggjað lag. For good times and bad times, I'll be on your side forevermore. Mér finnst bara geggjað hvað er mikið á flottu dóti og mér finnst gaman að sjá hvað er mikið á flottum konum, stelpum að rappa. Og mér finnst þetta bara, já, ég myndi segja að þetta væri bara gullni tímar í íslensku hip-hopi. Já, ég veit. Góði úlfurinn, maður. Hann er geggjaður. Græða peninginn, græða pening. Það er svona, svolítið svona ákveðin undirtónn í öllum þessum lögum. Og það er svona rólegt, samt svona sensual. Skulum að nota sensual. Hvað er íslenska orðið sensual? Lostafull lög. Já, lostafull lög. Segjum það bara. Fyrsta lag sem ég ætla að mæla með er lagið Tea Leaf Dancers með Flying Lotus. No, I can't seem to get it, and in my mind I'm ready. Og ég man því ég heyrði þetta lag fyrst. Það er alveg 10 ára gamalt þetta lag. Ég bara varð fyrir rosalega miklum áhrifum og bara fekk alveg svona líkamsviðbrögð og ég fæ alveg sting í líkamann og magann og þetta verður ótrúlega svona líkamlegt þegar ég heyri lög sem mér finnst góð. Og ég er þannig að mér finnst ef ég heyri eitthvað sem er gott, eitthvað svona, eða eitthvað er gott, þá læt ég vita því, alveg eins og ég læt vita því ef það eitthvað er slæmt. Ég sem sagt hafði upp á þessum tónlistarmanni sem var ekki kominn á kortið að nafni Flying Lotus á MySpace, skrifaði honum og ég bara sæll ungi maður, geggja lag sem þú ert að gera og bara haltu svo áfram, þú átt framtíðina fyrir þér ungi maður. Og hann skrifaði mig tilbaka, bara takk kjærlega og bara já ég bara byrja í þessu og bara tók peppinu rosa vel. Þannig ég vil meina að ég eigi þarna einhvern þátt í hans velgengni. Hvað er ég vel annað fyrir? Ég valdi lagið Tainted með hljómsveitinni Slum Village featuring Dvele. Það finnst mér geggjað lag líka. Slum Village er gott og þetta er svona, þarna er Slum Village á mjúkunótunum. Þú setur þetta lag á og það bara, þú veist, þetta er bara aðeinslega lag. Kveikir á kerti, setur þetta á. Hvað var ég lánum við 3? Já, G-Unit featuring Joe. I wanna get to know you. Geggjað. Þarna aftur erum við komið með svona rapphunda sem eru algjörir, sko, sem eru svona hrikalegir og vöðvatröll mikil. Þarna eru þau líka á mjúkunótum og mér finnst það svolítið skemmtilegt, sko. Og fengu Joe þarna með sér sem er alveg brjálæðislega góður söngvari. Hvað valdi ég meira? Já! Onra featuring Reggie B. High Hopes. I know you see me standing there, trying to catch your eye. Það er rosa sexy lag. Ég fann þetta lag þegar Jay-Z tók upp á því að byrja að blogga. Photo shoot fresh, looking like wealth. I'm about to call a paparazzi on myself. Hann tók upp á því að byrja að blogga sjómlinn. Þegar blogg var eitthvað rosa mikið fín. Hann byrjaði að blogga Jay-Z og ég bara, þetta verði ég að kanna. Fór að skoða í bloggi, hann var náttúrulega pottitt ekki að blogga sjálf. Hann var með einhvern í vinnu við að blogga. En þetta var sem sagt bloggi hans Jay-Z og hann var eitthvað að kynna unga tónlistamenn, svona unga og uppbyrjandi sem ég veist mjög gaman. Fann ég þetta lag. Það er bara frábært og það er bara fest í mínum svona playlista. Síðast en ekki síst er eitt af mínum uppáhaldslögum og það er lagið Rock the Boat með Alaya. Og bara rest in peace, megum við bara, já,
engill, algjör engill. Ég náttúrulega fór að gráta þegar hún dó. Ég skal alveg viðurkenna það. Bara öll launin hennar eru bara æðisleg. En þetta er bara svona eitt af því sem á alltaf stað í mínu hjarta. Og svo er hún svo sæt. Jesus. Bara hlakka til að hlusta á þessi lög. Ég ætla að fara heim og hlusta á öll þessi lög í röð því ég kem heim.